Hæ. Mér langaði til að sýna ykkur svona létta og sparalega förðun. Ég gerði svipaða förðun daginn og það voru nokkur sem að kunna að meta það og mér langaði bara að endurgera lúkkið núna. Og ég ætla að segja ykkur fróðan góða að nú á ég vinkonu sem að nýverið prófað og hún sagði að hún hefði bara verið allt önnur í húðinni eftir hún byrjaði að nota hana. Og ég get alveg fullyrt það að húðin verður svakalega mjúk og vel nærð eftir að maður byrjar að nota hana. Hún smýgur inn í ysta lag húðarinnar. Allt sem maður setur ofan á fer dýpra inn fyrir vikið. Það sem ég nota dagsdaglega undirfarða heitir Sensai Essence Day Veil. Það er svona geggjað rakakrem, passa vel undirfarða. Og eins og ég sýndi ykkur í síðasta myndbandi þá er ég búin að vera að nota þessa nýju augnkremstvennu. Þetta er sem sagt kremið sem maður notar á morgnana. Það gefur æðislegan ljóma undir augun, birtir yfir augsvæðinu. Svo náttúrulega nærir það og er með silki eins og aðra vörur á Sensai. Setja smá glowing base af því að ég er svo veik fyrir að ljóma. Það er ljómandi farðagrunnur eins og ég svo talaði maður. Sjá hvað gefur fallega ljóma. Sensai er með nokkra farða og þeir eru allir mjög fallegir og góðir. Þessi hérna sem ég nota oftast á sumrin heitir Luminous Sheer Foundation. Hann er svona vaskkendur, ofboðslega fallegur og náttúrulegur húðinni. Ég er að spá að sýna ykkur núna Flawless Satin Foundation. Hann kemur í þessum fallegu umbúðum, mín er enda svolítið skítugar. Það er hann að mál. Vel elskaður. Eins og nafnið gefur til kynna og er svona satín áferð á honum. Henta vel yfir vetramánuðina. Sjáðu áferðin hún er fullkomnuð en samt náttúruleg. Ég myndi segja að kremaði farðinn sem að ég nota hvað mest, hann hylur örlítið meir og er aðeins svona þykkari og kremari. Ég er ekki með hann við höndina í augnablikinu en hann hylur örlítið meira, myndi ég segja. Svo ætla ég að nota Photoshop púðrið góða. Ég ætla að nota það á T-svæðið og undir augun. Það kemur með svampi sem gott er að nota. Ef maður vill hylja minna þá notar maður bursta og dustar yfir. En áður en ég kynntist þessu púðri þá bara notaði ég eiginlega ekki púður. Ég bara fílaði ekki áferðina á púðri. En svo er hún helsta talskona þessa púðurs. Og eins og þið sjáið þá hylur það stórkostlega allar æðar hérna og ég nota púðrið sérstaklega undir augun. Sjáu bara, þetta er bara eins og Photoshop.
Það er ekki oft sem að púður situr fallega á undir augunum þar sem eru fínar línur. Og svo nota ég það hérna á ennið því að það eiginlega bara strókar út línuna mínar. En þá er komið að spennandi partinum. Ég ætla að nota Frosty Twilight palettuna, númer 4. Hún er frekar kaldtóna paletta. Það sem ég hef verið að gera er að ég nota skásettan busta, lítinn. Tek dagsta litinn. Og þessi aðferð við að nota skugga þétt upp á augnárunum með skásettan busta er ekkert mál, það geta allir gert það. Þannig að það tekur vesenið að nota blautan eyeliner að vera og sérstaklega góður í eyeliner ásetningu. Og svo ýti ég bara bustanum svona út þannig að hann fer náttúrulega á réttan stað. Þannig að hann heldur áfram í takt við línuna hérna undir. Svo ef augnlokin eru farin að síga þá má í rauninni koma með skuggan hérna ef að þið ímyndið ykkur beina línu frá miðjunni og að spísinu og skugginn í rauninni vera þar. Það er ég útskýrt rétt. Svo bara nudda maður litnum aðeins inn með öðrum blöndunarbusta. Tek ég blöndunarbusta og þennan millilit. Nudda honum aðeins hérna á augnloki. Svo ætla ég að taka millibrúna litinn og dusta honum aðeins undir. Búti smá skugga hér. Svona busti heitir Pencil Brush. Mjög gott að eiga hann. Dusta honum aðeins inn í glópuslínuna líka. Svo er það besta förunautrikk allra tíma. Taka smá sólarpúður með blöndunarbusta og nudda honum hér efst í áttina að augabrún og út. Eins og það sé svona vaff hér, úrstæðilegt. Og jafnvel smá undir. Það nota smá svona blautan eyeliner tús, bara alveg upp á augnárunum hérna, 2/3. Svo er það maskara Draum okkar, 38 gráða maskarinn. Svo dustum við þetta sólarpúðrinu frjálslega kringum allt andlitið, á yfir nefið, hér, niður hálsinn.
Svo var ég að pæla hvort við ættum ekki að gera rauða varir af því að það er eitthvað svo hátíðlegt. Sparalegt. Uppáhalds augabrúnablýanturinn minn er aldrei langt undan teikna þykjast henni hár stuttum strókum. Og persónulega fíla ég á sjálfum mér að hafa þær beinni, þannig að ég minnka bogan hér. Minnst það ungleira útlit. Svo ætla ég að taka rauðavarblýant. Það er þessi númer 1 og heitir Actress Red. Og það er auðvelt að svindla með því að stækka línuna hérna undir og hérna fyrir ofan en reyna að halda í náttúrulega línuna hérna á milli. Og öðrum endanum er varalitabursti sem getur verið gott að nota. Sjáu þennan fullkomna rauða varlit. Þessi formúla er náttúrulega bara geggjuð. Þessi númer 2 heitir Sasanka Red. Ég hef svolítið verið að fylgjast með hvernig franskar konur farða sig og það er ekkert mikið fyrir fullkomna varlita ásetningu, heldur setja þær varlitin jafnvel í miðuna og nutta út í kantana þannig að lúkið sé meira svona effortless og chic, minna amerískt kannski. Svo þegar rauði varlitur er kominn á varirnar sér maður oft að það vantar kannski að maður má alveg við öðru litlum blush. Ég ætla að nota lit númer 5 sem ég finnst ganga við allt, kinnalitur númer 5. Og ég nota svona efst á kinnbeinin og upp og aðeins yfir nefið. Svo er ég með highlighterinn hérna og ég ætla að setja pínu niður nefið. Og efst á kinnbeinin. Og því ég er í svo sterkum ljósum þá má ég alveg við því að púðra öðru lítið meira. Og þið sjáu hvað fallegi ljóminn á húðinni skín í gegn. Ef þetta er ekki hinn fullkomni rauði jólavaralitur, þá veit ég ekki hvað. En kynnið ykkur endilega úrvalið, það er úr mjög mörgu að velja. En takk fyrir mig, takk fyrir að fylgjast með og látum mig vita hérna fyrir neðan ef það er eitthvað sem ykkur langar til að sjá sérstaklega frá mér. Takk í dag.